Og þá erum við bara tilbúin, sest hér og höfum það hugulegt með vatn í glasi á veitingahúsinu hér, Götubarnum, Valgerður H. Bjarnadóttir. Velkomin. Þakka þér fyrir, gaman að vera komin hingað. Jæja, H. Hjördís. Já. Eða H-punktur. H-punktur, já. Ég var gjarnan að kalla það hér sem krakki, Valgerður H-punktur. Valgerður H-punktur. Hjördís, er það í fjölskyldunni þá eða svona eitthvað? Já. Valgerður og Hjördís ég heiti höfuðið á tveimur móðursystrum mínum sem dóu ungar. Þess að áður en ég fæddist. Önnur bara barn og hinn rétt tvítugt. Veistu úr hver þær dóu? Berklum. Það var á þeim tíma? Það var á þeim tíma. Já, ég þykir svo sem vita svo nokkuð þetta. Já, þá dóu þau 4 á 2 árum, móðursystkini mín. Já. Það hefur 2 dáið áður úr einhverju öðru, mislingum og einhverju. Þannig að þar voru farin 6 af 8 systkinum. Já. Það er nú kannski skrítið að byrja að þátt á svona erfiðum hlutum eins og þessu. En við snúum okkur öðru. Ég veit að vegna að þú ert safnvörður núna í dag. Já, eða safnvarða eins og mér er svo gaman að kalla það. Kemur þið þessu strax. Þú ert safnvarða. Já, opna fyrir fólki, já, hér stendur safnvarðan. Þú ert í Davíðshúsi. Já, ég er í Davíðshúsi. Það sem að Davíð okkar Stefánsson átti heima. Já. Og hvernig líður þér í þessu húsi? Mér líður afskaplega vel þar. Mér finnst þetta mjög skemmtileg tilbreyting í lífið. Já. Og svona nýjir straumar sem að þó tengjast mjög sterkt gömlum straumum. Við tólst upp eins og, við líkum að segja við öll, við það að elska Davíð Stefánsson. og fannst hann merkilegur alveg frá því ég man eftir mér. Já. Amma söng fyrir mig, vertu hjá mér Dísa, sko, og af því ég heiti Dísa líka, þá tók ég þetta beint til mín, þannig og svo bara las ég, á unglingsárum þá las ég einhvern veginn öll kvæðin hans og elskaði ekki síst Svartarfjaðrir og allt þetta. Og þegar ég er tvítugt, þá fór ég svona í fyrstu, mér líka að segja hugleiðsluferðina, þá fór ég í 2 vikur hérna austur í Fnjóskadal, þar sem ég býð núna alltaf á sumrin og var alltaf á sumrin sem barn líka. En þá fór ég einmitt í lok maí og var þar alein í 2 vikur. Tvítug stelpa? Tvítug stelpa. Og bara til þess að svona hugsa og pæla og ég tók með mér eina bók, eða 2. Og það var Sólon Íslandus. Og las þessa bók þar, þannig að hún hafði svo djúp áhrif á mig af því ég var bara ein. Ég var ekki að tala við neinn, nema sjálfa mig og náttúruna og Davíð og Sölva. Þannig að sko, ung var ég gefin Davíð og svo skildu leiðir og ég hugsaði ekkert mikið hann sko, áratugum saman, bara vissi af honum og myndi eftir honum og fannst hann hefur alltaf fundist hann skemmtilegur. En svo að fá að vera þarna núna, dagstælega, innan einhvern veginn í hans íbúð og svona inn á milli verka að lesa kvæðin hans og hlusta á hann og skoða bækurnar hans og verkin hans og reyna bara að átta mig á manninum. Mér hefur fundist að vera dýrmætt, alveg dýrmætt og er ég þó bara rétt byrjuð. En verður þú vör við hann? Já, svoleiðis, nei. Nema það hefur stundur sagt svona? Ég veit það, en ekki enn, nema bara mér finnst hann tala við mig úr sko, myndunum og ljóðunum og öllu, en ég verð ekki vör við hann þannig, sko. En ég meina, kannski á það eftir að gerast. Þetta er nú bara nokkura daga samband núna. Já, þetta er eftir að byrja. Ástin að blómstra. Við erum bara í ástarbrímanum núna við Davíð. Sko. Hvernig koma til þess að fara og skoða Davíðshús? Það er nú ekkert óskaplega margir, sko, þetta er ekki safn það sem er stöðugur straumur af fólki. Nei. En ætti þó að vera það. Kannski ekki stöðugur straumur, vegna þess að það er auðvitað mikilvægt að þetta sé ekki safn sem er fullt af fólki. Það er einhvern veginn mikilvægt að þegar þú kemur þarna þá sértu ekki innan
20 aðra. Já, þú getur svolítið verið í innverunni að skoða hann. En þetta er alls konar fólk. Nei, já, þetta er bara af, sko þessa daga sem ég hef verið þarna, þá er þetta bara góð blanda. Þetta er dálítið útlendinga, töluvert fullorðna Íslendinga. Sem þekkja Davíð. Eða, já, sem þekkja hann sem skáld, en líka sko af þessum sem hafa komið þessa 10 daga, eða ekki það sem ég hef verið þarna, þá er líklegast 1/4 sem að eitthvað sko tengist honum á einhvern hátt, þar að segja þar sem foreldrar viðkomandi þekktu hann, eða þessi einn mundi vel eftir honum sem barn, sko, hann hafði stundum komið á heimilið og þið vitið, svoleiðis ýmislegt, sko. Þannig að þetta er svona fólk sem kannast við hann. Af hverju ertu þarna? Ég meina, þú varst í veitingarekstri og hefur verið undanfarið sumur. Já. Ekki senur kaffi hjá Davíð? Nei, en ég gæti svo hugsa mér það, en það er nú ekki, sko. Nei, ég get það ekki. Ég er svona manneskja sem er alltaf að breyta til. Ég er alltaf að finna mér eitthvað nýtt að gera. Og líklegast, sko, ég er hætt að berjast gegn því. Stundum hugsa ég sem svo Valgerður hætti þessu. Bara farðu nú að gera eitthvað einfalt og fátt og hættu þessum þvælingi og því að vera með 100 verkefni í takinu í einu. Já. En alltaf þegar ég reyni það, þá rennur þá til sandinn og það segir mér það að þetta er bara ég, svona vil ég hafa þetta, svona þarf ég að hafa þetta. Ég er farfugl síðustu, sko ég hef alltaf verið það, ég hef alltaf, mér finnst gott að vera á flakki, ég hef búið töluvert í útlöndum og svona. Og unnið líka þannig störf að vera mikið í útlöndum, en svo hætti það af ýmsum ástæðum fyrir svona í kringum hrun, sko, eða eftir hrun, þá hætti ég að vera mikið á flakkinu. Og fyrir 4 árum síðan þá ákvað ég að flytja suður. Þá einhvern veginn fannst mér tími til komin að breyta til og það sem skipti nú kannski mestu máli var að dóttir mín og dóttursonur voru í Reykjavík. Já. Og mér langaði að vera nálægt þeim. Svo ég flutti suður, en ég gat nú ekki alveg flutt suður, þannig að ég er þar á veturna, er búin að vera síðastliðin 4 ár og svo kem ég heim norður á sumrin. Og býrð? Og þá bý ég í Fnjóskadal í Sellandi, þar sem að fjölskyldan mín, stórfjölskyldan mín, föðurfjölskyldan mín á land og bústað og svo eigum við litla fjölskyldan, mamma og ég og dóttir mín. Lítinn bústað þar og þar bý ég á sumrin. Þar býrðu þið bara? Já, það finnst mér yndislegt að sofna og vakna við fuglasöng og fjallaloftið og allt það, þó að ég sé þar kannski ekkert svo mikið meira heldur en bara svona kvölds og morgna, en ég finnst það bara yndislegt. Og undanfarin ár, þá sem sagt, til þess að líka geta verið þar og þá var ég að finna mér eitthvað til þess að lifa af á sumrin og þá datt kaffihúsið í skógum í Fnjóskadal upp í hendurnar á mér, eiginlega. Og sem var alveg æðislegt, sko. Og ég rak þarna kaffihús, hef gert það undanfarin sumur. Uglan? Uglan, já. En svo fann ég það bara eftir síðastlið sumar að þetta, sko, ég er nú komin á 70-aldur. Og þetta bara var of mikið, sko. Þetta var ofboðslega gaman og yndislegur staður og allt það. Mér fannst þetta svo gefandi. Mikil vinna. En þetta var ofsalega mikil vinna og bara aldrei frí. Og svoleiðis ég tók þá ákvörðun sem var ekki auðveld, var alls ekki auðveld, en ég tók þá ákvörðun að hætta því og fara að gera eitthvað einfaldara. Og bara sækjum vinnu, bara fara að vinna frá 9 til 5? Já, þú veist, svoleiðis eitthvað í sumar. Og sóttu hjá Minjasafninu, þar voru auglýst sumarstörf og ég hugsaði mér, já, Minjasafnið. Ég elska allt svoleiðis, sko, allt svona gamalt og grúsk og allt það. Ég sótti þar og fékk þetta dásamlega starf að vera svona húsfreyja í Davíðshúsi og er auk þess aðeins að vinna í Nonnahúsi og Laufási og svona eitthvað. Safnvarða? Safnvarða, já.
Það náttúrulega ýmislegt sem þú hefur gert og þú talar það að þú hefur verið mikið í útlöndum og lærðir þá í útlöndum líka? Já. Hvað lærðir þau? Ég hef nú lært ýmislegt. Eitthvað gagnið í? Já, það gagnið í öllu. Já. Það gagnið í öllu sem að ég hef lært. Ég ætlaði nú á sínum tíma að fara í leikhúsið og var mikið í leikhúsinu hérna í gamla daga. Við lékum einu sinni saman. Já, og svo lékum við saman. Það var, og ég, leikhúsbakterían, hún er alltaf í mér og veistu það, Gestur, að síðastliðið haust, þá steig ég, eftir 40 ára fjarveru af fjölunum, sem sagt það að standa á leikhússviði, þá fór ég aftur og stóð á sviðinu í Borgarleikhúsinu. Nei. Jú. Í hverju? Í verki sem hét Hælið og var merkilegt verk sem að leikhópurinn Quiz Búm Bang var með. Já. Og ég hef aðeins verið að vinna með þeim undanfarið, var búin að vera að vinna með þeim áður í Grindavík, spennandi verki sem þær voru með þar. Og svo buðu þær mér að vera með í þessu og það var bara alveg óbáslega gaman að fara aftur, stíga aftur á svið, Já, ég get mér svo vel ímyndað mér það. Það var óbáslega gaman. En það er ekki neitt sem ég langar að gera alltaf. Nei. Og ég tók þá ákvörðun eftir að hafa prófað að fara til Frakklands og fór í leikhúsfræði þar, að þá fann ég að nei, það var ekki það sem ég ætlaði að gera á ævistarfi mínu. Nei. Og þetta verður alltaf hluti af mér og verður ekki tekið frá mér, en þetta er ekki ævistarfi mitt. En ég sem sagt byrjaði á því að fara til Frakklands í leikhúsfræði, svo ákvað ég að hætta við það. Einhvern tímann hefði verið sagt og er kannski sagt enn að ég væri svona ístöðulaus manneskja og tollir aldrei í neinu og eitthvað. Já. En það er bara þannig. Já. Og svo fór ég í félagsráðgjöf í Noregi og lærði félagsráðgjöf þar og kláraði það. Manstu þá við það? Og vann við það í nokkur ár svona bara sem félagsráðgjafi. En síðan hef ég unnið við það alla tíð síðan vegna þess að ég nýti þetta starf, þetta nám og þessa reynslu og þekkingu í öllu sem ég geri. Félagsráðgjöf er algjörlega frábær menntun, hún er svo fjölþætt, hún veitir innsýn í manneskjuna, í samfélagið, í kerfið, í hópa og allt þetta. Þannig að það hefur nýst mér afskaplega vel í öllu félagsstarfið og ég hef unnið mikið í alls konar félagsstarfi. Þykir það skemmtilegt? Já, mér finnst það gaman. Ég er svolítið pásu þar núna en mér finnst það mjög gaman og gefandi. Ég hef verið í pólitík og þar hefur nýst mér mjög vel þessi félagsráðgjafarmenntun mín. Og svo vinn ég auðvitað sem félagsráðgjafi, ég kenni mjög mikið sjálfstyrkingu og á ýmsum vettvangi, kenndi menntasmiðjunni menntasmiðjunni á Akureyri í 18 ár og það nýttist þá auðvitað nýtti ég þessa menntun. Núna fyrir sunnan kenni ég hjá Námsflokkur Reykjavíkur og Mými og víðar. Og held alltaf námskeið fyrir Vinnumálastofnun, námskeið sem ég kalla lífsvefurinn, eða sem að ég og Karolína Stefánsdóttir, vinkona mín og kollegi. Skólasystir mín? Já, fjölskylduráðgjafi á heilsugæslustöðinni. Við bjuggum til þetta námskeið fyrir 20 og eitthvað árum síðan, þegar hún var að byrja sem fjölskylduráðgjafi og ég var jafnréttis- og fræðslufulltrúi hjá Akureyrarbæ. Maður heyrir það bara á því sem út búin að segja og tala að það er í sjálfu sér ekkert óeðlilegt að hafa ferð í pólitík. Nei, það er ekki óeðlilegt vegna þess að... Svo er þetta hætt því? Já, en ég fór auðvitað í pólitík. Það hefur alltaf verið í mér frá því ég man eftir mér einhver spurning í rauninni annars vegar og einhver vissa hins vegar. Spurning það, hvað er það sem gerir það að verkum að konur eru taldar minna virði í samfélaginu heldur en karlar og svo vissa að það sé rangt, að konur búi yfir að minnsta kosti og bara
nákvæmlega jafn miklum hæfileikum, styrk og þekkingu og innri og ytri eins og karlar og það þurfi að nýta þann auð sem býr í konum til jafns við þann auð sem býr í körlum. Þannig að snemma þá fann ég að það var einhvern veginn, það var svona eins og köllun bara. Þú þarft að vinna að því að allir, helst við öll, föttum þetta og ekki bara hérna í kollinum, heldur einhvern veginn með okkur öllum. En sko í aldir og árþúsundir þá hafa konur búið við það hlutskipti að ráða ekki lífi sínu sjálfar og þurfti í rauninni til þess að bara lifa af að loka á frá blautu barnsbeini allar draumana sína, allar hugmyndir það hvað þær geti, ekki kannski allar en mjög mikið, hugmyndir hvað það langi og allt það var bara hlutskipti kvenna árþúsundum saman sko víða veröld, ekki allstaðar vegna þess að það eru til undantekningar á svona samfélögum, en af langflestum langstærstum hluta heimsins, þess heims sem við þekkjum og sem við eigum rætur til. Ég held að allar manneskjur sem að velja að tala hluti sem kannski ekki vinsælt að tala eða ég tala nú ekki eitthvað sem snertir okkur, snertir skömmustu tilfinningar okkur snúið fyrir marga sko. Já, ég meina það verður bara þannig að það fólk verður umdeilt og svo var tíðin að ég þurfti, það var mér nauðsyn að vera vinkona vinur allra. Mér fannst hræðileg tilhugsun að öllum líka ekki vel við mig. Og það bara eitt af því sem ég þurfti að takast á við í lífinu, það bara að sætta mig við það að það bara ekki þannig, Valgerður. Það mun ekki öllum líka vel við þig. Og það meira að segja sumir sem munu sko bara alls ekki þola þig og jafnvel hata þig af því að við gerum hluti, ég eins og aðrir, ég særi, ég geri hluti sem að koma illa við aðra án þess að ætla það, en ég bara geri það. Já, ég veit það. Og það eitt af því sem við þurfum að læra, en þegar við höfum verið þögguð og ekki ég sko, sem slík, það verður auðvitað verið reynt að þagga niður í mér eins og öðrum, það verður verið alls konar tilraunir til þess sko. En þegar þöggun hefur verið í gangi gegnum aldirnar eins og hefur verið sérstaklega hjá konum, auðvitað hjá körlum líka, en sérstaklega hjá konum, að þagga niður draumana, skoðanirnar, þetta allt saman. Ég meina það eru 100 ár núna, akkúrat núna, bara þessar mundir. Það eru 100 ár síðan konur fengu kosningarétt. Já. Og hvað þýðir það? Það þýðir að fyrir 100 árum síðan, bara þú veist þegar amma mín var stelpa, eða ekki bara stelpa, hún var tvítugt, amma mín var tvítugt þegar þetta gerist, þá er stór hluti samfélagsins sem ennþá þeirri skoðun að konur hafi ekki vit, þekkingu, möguleika, þær séu bara ekki þannig að Guði gerðar að þær geti tekið skynsamlegar ákvarðanir. Og það þegar amma mín tvítugt. Við skulum ekki halda þetta sé bara farið svona. Nei, enda náttúrulega sko verður líka sagt okkur við það og horfast við að þjóðfélagið hefur breyst alveg ofboðslega á þessum tíma. Það hefur breyst alveg ofboðslega, en djúpa hugsunin okkar, sjálfsmyndin okkar, hún breytist ekki jafn hratt eins og hið ytra. En hvað finnst þér þá pólitíkin í dag á Íslandi? Mér finnst pólitíkin á Íslandi í dag frekar sorgleg, annars vegar, og hins vegar mjög margt gott að gerast. Og pólitíkin auðvitað bara endurspeglun á samfélaginu í heild.
við fáum þá pólitík sem samfélagið kallar á. Við kjósum þetta yfir okkur. Við kjósum... Bara einföldum orðum. Já, við kjósum fulltrúa okkar og þeir eru fulltrúar okkar, þeir eru bara svona einhvers konar þverskurður af samfélaginu. En þegar þú ert svona gagnrýnin, hvernig gengur þið þá að kjósa? Mér gengur ekkert illa að kjósa af því ég veit nákvæmlega fyrir hvað ég stend í pólitík. Það sem er kannski flókið er það að ég hef alltaf átt dálítið erfitt með að fara eftir flokkslínum. Af því að ég hef mjög ákveðnar skoðanir en það eru kannski ekki alveg í samræmi við flokkslínur, vinstri, hægri og eitthvað. Þess vegna var kvennaframboðið svo dásamlegt fyrirbæri sem gat bara einhvern veginn tekið sem er ekki bundið á klafa vinstri, hægri eitthvað og gamalla viðhorfa. Heldur gátum við hort vítt á allt mögulegt og þar virkilega fann ég mig og síðan fer ég og gerist fulltrúi Vinstri grænna og það var mér ekkert erfitt heldur. Það þýðir ekki það að ég sé sammála öllum Vinstri grænum eða sammála öllu sem Vinstri græn hafa gert í gegnum tíðina eða eitthvað slíkt. Það er ekki þannig. En mér finnst það samt vera sá flokkur sem ég er ekki í nokkrum vafum að það er sá flokkur sem ég á auðveldast með að aðlaga mig. En það er samt þannig að þó ég auðvelt með að kjósa þá er ég ekki lengur auðvelt með að starfa í stjórnmálaflokki. Mér finnst það ekki aðlaðandi í því þjóðfélagi sem við búum í dag og það er auðvitað ákveðið ábyrgðarleysi vegna þess að ef ég vil breyta einhverju þá er þetta auðvitað ein leiðin til þess en ekki eina leiðin. Pínlítið öðru, áður en klárum, áhugamál, önnur, en svona þessi mannlegi þáttur sem þú ert búin að segja. Mannlegi þátturinn í mínu lífi er nátengdur náttúrunni og ég lít svo á að manneskjan sé hluti af stærri heild. Það sé alheimsvefnum, þar sem allt er tengt saman og manneskjan sé ekki miðpunktur þessa alheims, hún er bara nákvæmlega eins punktur eins og allir hinir, eins og flugurnar eða stjörnurnar eða eitthvað. Þetta er svo gífurlega stórt, en þetta er allt samofið og ég hef áhuga á öllu sem að varðar tengsl milli fólks og annarra þátta í þessari náttúru og öllu sem skapar jafnvægi og svo á ég mér alveg óskaplega mörg áhugamál. Mér finnst gaman að ferðast. Nú langar mig til þess að gera það föstum lið í lífi mínu að vera með ferðir og til útlanda, að vera fararstýra og fyrsta slíka ferð fyrirhuguð í haust á fund svörtu Madonnunnar í Frakklandi og Spáni sem flókið og fyrirbæri sem væri langt mál að segja frá en í mjög stuttu máli þá er svarta Madonnan, það eru styttur aðalega og málverk af Maríu eða af Madonnunni, móðurinn og barninu sem eru svartar og hörund og eru sérstakar að því leyti. En það sem þó er sérstakast við þær er það að þær eiga sér allar mjög ríka og merkilega sögu og sem tengist trúarátökum og valdaátökum í Evrópu og svona okkar menningarheimi langt aftur og ég hef sérstakan áhuga á menningarsögu. Ég hef sérstakan áhuga á draumum og þessum draumum sem svefnsins. Ekki mark á draumum?
Já, en mitt motto mark að draumum. Gat að verið að breyta því. Og ég sannfærð fyrir mitt leyti að það býr alveg ótrúlegur auður í draumunum og það mjög vannýttur auður sem við öll búum yfir, okkur dreymir öll í hvert einasta skipti sem við sofum. Og það þegar við vinnum með drauman okkar, þá bara opnast nýjar veraldir, sko. Áttu eitthvað lag sem ég langar til að spila kannski eitthvað af í restina? Ekki bara því við erum með Davíð, ekki bara taka Vertu hjá mér Dísa? Jú, það bara hið besta mál. Það ekki bara hið besta mál? En nú ætla ég bara að taka mynd af þér. Já. Jú, þetta gengur alltaf. Það? Já. Valgerður H. Hjördís Bjarnadóttir. Takk fyrir spjallið. Takk sömuleiðis. Gangi í vel í Davíðshúsi. Takk.